Þá ætlum við að byrja að tengja saman það sem við erum búin að vera að gera inn á heimasíðunni hjá Blink og tengja það við appið og við þurfum að byrja að finna developer mode. Ef þið eruð ekki þar, ítið þá í hægra horni efst uppi, það eru svona þrjú strik og þar getið þið fundið sem sagt, ég ætla að exa þetta og ef þið eru hér til dæmis þá getið þið ítt á þessi þrjú strik og fundið developer mode. Ok, og þegar við erum þar inni þá eigum við að sjá svona glugga og ég íti á Quick Start Template. Þið getur verið með aðeins öðruvísi skjá hérna, það getur verið mynd hérna uppi og einhverjir takkar en við þurfum að eyða þeim. Og til þess að eyða öllu sem við viljum bara hafa hreinan skjá til að byrja með og til þess að eyða tökkum þá smellið á þá með puttanum og dragið þá hingað inn á og sleppið. Og ég vil að þið séu með alveg hreinan skjá. Næst ítum við á plúsin og við ætlum að sækja þau verkfæri sem okkur vantar. Okkur vantar takka, það er efst upp hérna button. Íti aftur á plúsin og ég ætla að finna næsta verkfæri sem er leddan hérna. Led, ég smelli á hana, íti aftur á plúsin. Ég ætla að sækja mælinn sem er gák. Hann er komin inn, smelli á plúsin. Síðan þurfum við næsta verkfæri sem heitir LCD-skjár. Smelli á hann er komin inn, íti á plúsin aftur. Og síðan vantar okkur superchart sem er beint fyrir neðan LCD-skjáin. Svona, ít á það og það er komið inn. Ok, nú getum við farið að tengja þessar aðgerðir eða þessi verkfæri sem við erum búin að setja inn. En til að byrja með þá getum við aðeins náttúrulega breytt og fært, en ég ætla ekki að gera það endilega núna, en ef þið viljið breyta og færa og þá smellið þið á þann hlut sem við viljið færa og þið dragið það til eða þá að þið minkið og stækkið. Þannig að þið prófið ykkur áfram með þetta. Ég ætla að byrja því að tengja takkan sem er hérna efst upp í horninu stendur off og ég íti á hann og þetta er takkin sem á að vökva. Og ég ætla bara að segja hérna vökva, svona og síðan ætla ég að segja title alignment, þá var í miðjunni titillinn og næst þurfum við að velja datastream og ég smelli á select datastream með puttanum og ég ætla að velja vökva 1 eða vökva virtual pin 1 datastream sem við byggum til í heimasíðunni. Næst þurfum við að setja switch hérna vegna þess að þegar við ítum á takkan þá viljum við að hann haldist inni. Allt annað er komið og ég fer upp í vinstra hornið þar sem er og þá fer ég tilbaka. Þá erum við búin að tengja takkan og næst ætlum við að tengja virtual ledduna og það er við hliðina á takkanum, þetta er svona hvítur rammi, lítill og það sem við þurfum að gera þar er að við þurfum að skrifa nafn, eða skrifa titil á þetta og ég ætla að segja bara vökvun virk. Þið ráðum náttúrulega alveg hvað þið hafið þarna inni. Já, aðeins svo stórt, allt í lagi. Já, ég hef það bara svona. Ok, og síðan ít ég á, þarf ég að velja datastream og ég ætla að velja virtual led WAV7, svona. Þetta sýnir þegar vökvunin er í gangi. Svo ít ég á örina, efst uppi. Ok. Við getum náttúrulega stækka takkan, það sést ekki alveg hvað stendur þarna, en það er þetta að breyta því. Ok, næst er það mælirinn. Ég smelli hann og þetta er bara, getum við bara kallað bara skynjar í mold. Þið ráðum náttúrulega nafninu. Svona. Ok, og datastreamið þar er WAV4 skynjar í mold, svona og það er ekkert annað sem við þurfum að gera hér, kannski alignment textan og svo íti ég hérna á örina efst upp í horninu. Næst ætlum við að tengja LCD-skjáin, ég smelli á hann og við þurfum að fara hérna í advanced svona og við selectum datastream og það er LCD-skjár WAV2. Og það á bara allt að vera komið og ég fer út úr með því að smetla á örina.
Síðan ætlum við að tengja okkur við supertjartið og ég smelli á það og ég ætla bara að skrifa hérna inn í þetta bara graf eða eitthvað þannig. Það er sem ég segi, þið ráðið algjörlega hvað stendur þarna. Og alignment. Og til þess að velja streamið þá þurfum við að fara hérna í lítinn takka sem er svona þrír punktar og á línum og við smellum á hann og hérna veljum við datastreamið. Og við erum líka að velja sem sagt skynjar í mold VAF4. Ok, og síðan ætlum við að segja hérna min og max. Og það er ágætt að þessi tala hérna, þið ráðið þessu náttúrulega bara hvernig við sjáum grafið. Ef að ég segi hérna 10%, þannig við sjáum það sem er á milli 10% og upp í 100%. Það er náttúrulega alltaf hægt að breyta þessu. Og síðan förum við bara aftur í X hérna, í efst upp í horninu og svo ýti ég á örina aftur, svona. Og eins og áður, það er hægt að færa þetta til, ég get farið hérna aðeins og hnika þessu til hérna, kannski langar mér að sjá hvort ég geti náð, afsakið ég fór hérna, reyna að stækka þetta eitthvað, svona gerist það eitthvað, svona, nú sé ég þetta betur, aðeins betur, svona, þá er þetta allt tilbúið og nú þurfum við að athuga hvort þessar tengingar virki. Þá förum við hérna efst upp í örina í Quick Start Template og við X-um hérna efst upp í horninu Developer Mode. Ok, þetta virkar. Þið gætið þurft að bíða eins hjá ykkur ef þið eru að gera þetta í fyrsta skipti. Það getur verið smá bið. Það er líka ágætt að loka appinu og opna aftur ef þið fáið þetta ekki inn strax. En hér er allt komið og ef ég ýti á vökva og þá sjáum við hérna að on-takkin eða vökvun fór á. Á þessum tímapunkti er gott að stoppa aðeins og bara skoða appið, fara aðeins yfir þetta, taka vatnsæðaskynjarann af og athuga hvort við fáum einhver skilaboð inn í LCD-skjáinn, skoða grafið, svona fara aðeins yfir appið. Jæja, næst ætlum við að búa til svona sjálfvirkni aðgerðir inn í kerfinu, til dæmis eins og bara vökva á ákveðnum dögum. Við þurfum að gera reset, þannig að við resetum tölvuna á sólarhringsfresti og aðrar svona aðgerðir, sjálfvirkni aðgerðir. Einnig að fá svona tilkynningar í síman eða á e-mail. Og við byrjum á því að ýta á automation sem er neðst niðri í horninu og við gerum add automation og við ýtum á schedule automation will start at specific time of day. Og við þurfum bara að velja tíma, það skiptir svo sem engum máli hvaða tíma við veljum akkurat núna. En ég ætla bara að velja þennan tíma. Og þar sem við getum gert hérna, við getum bara valið daga, hvenær við viljum vökva plönturnar. Ég ætla bara að velja þessa daga hérna. Ég bara velja alla daga. Og ég geri síðan done hérna efst upp í horninu. Og þá er ég búinn að ákveða, ég ætla að gera eitthvað á þessum tíma, en næst þarf ég að segja hvað. Og þá ýti ég á add action. Og ég geri control device efst uppi og nú þarf ég að velja hvað ég ætla að setja í gang og ég smelli hérna á örina og ég ætla að velja vökva og svo ýti ég á done efst uppi í horninu og þá er ég búinn að ákveða vökva. Ég þarf vísu að smetla á þetta aftur og kveikja á vökva, annars myndi ekki kveikna á vökvuninni, svona. Núna erum við búin að ræsa relayið eða mótorinn og dælan fer í gang, en nú þurfum við að segja hversu lengi hún á að vera í gangi. Og þá ýtum við á plussin og ég ýti þetta neðst niðri, wait, then do something, svona. Og ég ætla að velja timer og ég ætla að setja þetta hérna í 0 og ég ætla bara að velja hérna einhverjar sekundur. Ég ætla bara að láta dæluna ganga í 50 sekundur eitthvað þannig. Cirka bát, svona. Svona og svo segi ég done. Og efst uppi done líka. Og núna er allt komið nema en við þurfum að slökkva á relayinu aftur sem er í kerfinu til þess að dælan bara vökvi endalaust. Og þá smelli ég á þennan plus og control device og smelli hérna á quick start device og vökva en ég kveiki ekki. Ég segi bara done. Núna er það þannig að klukkan 20:20 fer eitthvað í gang sem heitir vökva, þá fer dælan í gang, hún vökvar í 50 sekundur, þið þurfum náttúrulega að meta það hvernig ykkar plöntur, hvað þið þurfum mikið vatn, svoleiðis,
og það bara eitthvað sem þið lærið á, vinnið með. Síðan neðst hérna að slökkva á vökvuninni. Og ef ég ýti hérna neðst í settings, þá get ég gefið þessu nafn og þetta getur bara heitið sjálfvirk vökvun eða hvað sem er. Ég ætla svo sem ég geta að setja eitthvað bara, ég setja eitthvað sjálfvirk jóði hjá mér hérna og svo bara vökvun svona og ég exa þetta hérna efst uppi og ýti svo á done svona. Og þá fyrsta sjálfvirkni aðgerðin tilbúin. Næst ætlum við að gera reset aðgerð og þá ýti ég á plusinn og ég ýti á schedule hérna efst uppi og ég ætla bara að velja eitthvað tíma til þess að gera þetta. Þetta getur verið fínt að gera þetta á nóttinni eða eitthvað, þannig að þið veljið bara eitthvað tíma. Ég segi bara OK á þetta og það þarf að reseta á hverjum einasta degi, bara á sólarhringsfresti. Og síðan, þannig ég hef allt virkt hérna, svona. Ýti síðan á done efst uppi, hægra horninu og síðan hvað ætlum við að gera, add action og við ætlum að control device, ég smelli á quick start device og þetta neðsta hérna reset og við kveikjum á því, done, svona. Síðan þurfum við að ýta á plusinn hérna til að segja hvað við ætlum að gera það lengi. Það þetta wait, then do something, smetla á það, timer og ég ætla að láta hana bara restarta sér bara í 5 sekúndur. Svona, done og done hérna og síðan þurfum við að slökkva á þessari aðgerð. Ég ýti aftur hérna á þetta, svona og control device, quick start hérna og reset svona og done. Og það sem við þurfum að hafa hér þá reset, kveikja og bíða í 5 sekúndur og svo reset slökkva. Og ég ætla að smetla hérna, ég geti valið eitthvað aðra mynd á þetta og ég ætla bara að skrifa reset. Þá þessi aðgerð komin og þá munum alltaf endurræsa sér tölvan á sólarhringsfresti. Næst ætlum við að búa til skipun eða automation sem virkar þannig að undir 20% af rakarskynjaranum, ef rakarskynjarinn fyrir undir 20% að þá vökvan í einhverjar sekúndur. Það sem við gerum að við byrjum á því að smetla á plusinn, hérna efst uppi og við förum hérna device state, trigger automation by certain state of the device. Smetla á það og ég geri quick start device og ég ætla að byrja því að við ætlum að nota hérna skynjari mold, af því það skynjarinn sem við erum að lesa. Ok, hérna sé ég við fáum ekki upp alla valmöguleikana sem við þurfum. Þess vegna þurfum við að fara þá aftur inn í hérna blink viðmóti í tölvunni þar sem við þurfum að fara inn í hérna templates. Sjá, ég ætla að smetla hérna aftur á templates, svona og quick start templates og við þurfum að fara í data streams og við þurfum að gera smá breytingu á einni stillingu. Hérna skynjari í mold, við skulum smetla á það. Ég ætla að loka þessu hérna, ég þarf að fara bara hérna í edit þannig að við getum breytt þessu. Þannig að nú get ég breytt og ég fer í skynjari í mold og þessu hérna, data type þurfum við að breyta í double og við þurfum að breyta þessu hérna þannig að sé bara einn. Svona og save svona. Hún ekki að geta fengið upplýsingarnar með hérna integer, við þurfum double og síðan þurfum við að ýta hérna á save and apply. Ok og síðan förum við bara aftur í appið og ég ætla að fara hérna aðeins út úr þessu, bara hérna inn í device hérna svona og aftur inn í automations og ég ætla að smetla á plusinn aftur núna og ég ætla að gera hérna trigger automatic certain state of device, smetla á það hérna, smetla á þetta upp í horninu og ég ætla að smetla á skynjari í mold.
Já, nú fæ ég alla upplýsingarna sem við getum og þá ætli ég að segja hérna, já, is lower than hérna og ég ætla að setja þá töluna hérna og ég ætla að segja 20. Svona. Skinner mold is lower than 20, þá á eitthvað að gerast og þá setjum við action í gang, við ætlum að vökva, control device, þetta efsta hérna og við ætlum að setja vökvunin í gang og svona, smelli hér, gerir done. Síðan ætlum við að velja hversu lengi, það hérna wait and then do something, timer og við ætlum bara, þú veist, þetta náttúrulega bara fer eftir hvað við viljum vökva lengi en ég ætla bara að segja hérna bara í 1 mínútu, done og done hérna upp í horninu og svo þurfum við að slökkva á hérna vökvuninni og þá ýti ég á plusinn og control device, quick start device hérna og vökva og kveikjum ekki á takkanum, done og þá þetta komið, nú þurfum við bara að skýra þetta, smelli hérna á automation og ég ætla að gefa þessu bara eitthvað nafn, það getur verið bara vökvun undir 20%, svona og ýta á exit og loka og done hérna efst uppi. Þá þetta komið. Þá það síðasta tilkynningin sem við búum til í þessu myndbandi en við ætlum að búa til tilkynningu sem að sendi skilaboð í símann og e-mail ef að vatnstankurinn klárast. Og við byrjum á því að fara í plusinn, hérna efst upp í hægra horninu, ýta á hann og svo förum við í device state, trigger automation by certain state of device. Quick start device, smellum á þetta og við ætlum að gera vantar vatn. Ok, við þurfum aftur að breyta inn í templateinu á heimasíðunni. Við förum aftur inn í Blink heimasíðuna og inn í data streams og finnum datastream sem heitir vantar vatn og við þurfum að ýta á edit og við þurfum að ýta á vantar vatn og hér þurfum við að breyta þessu í double, alveg svo við gerum á. Þetta þarf ekki í Mac en þetta þarf greinilega hérna við erum að vinna með Android eins og við erum að gera í þessu myndbandi. Ég ætla að vista hérna save, svona, muna að gera hérna save and apply. Ok, þá ger ég bara tilbaka og við ætlum að byrja upp á nýtt, svona. Ég smelli aftur á krossin, device state, quick start device, vantar vatn, ok, núna eru möguleikarnir búin að breytast og sem sagt, gildið sem að kemur frá vatnshæðaskynjaranum er 1 alltaf, hún er alltaf að senda 1 en leið og vatni klárast þá sendir hún 0. Þannig að við þurfum að fara hérna is equal to, hérna einhver smá buggur sem ég veit ekki alveg af hverju í Android, þetta ekki í hérna Mac-anum, en hérna þarf ég að velja allt saman og ýta á 0. Og svo ger ég bara done, svona. Ok, vantar vatn is equal to 0, þá gerist eitthvað. Og það sem við ætlum að gera, við förum í add action og við ætlum að byrja því að senda e-mail. Og hérna ætlum ég bara, þú veist, það kemur náttúrulega bara efst e-mail ykkar, það bara e-mail ykkar sem skráð í Blink. Og þá get ég bara sagt í subject, ég bara vantar vatn. Svona, og svo skrifið þið bara skilaboð, bara getur verið hvað sem vantar vatn á kerfi 1 eða eitthvað þannig. Hvað sem þið viljið gera náttúrulega. Og svo þetta bara ýti á done, efsta hægra horninu. Og síðan ætla ég að gera aðra sem sagt annað action og það ég ýta plusinn aftur og ég ætla að send in app notification og ég smetla á það og það bara eins, þið náttúrulega bara veljið hvað þið viljið hafa hérna í skilabóð og hver message á að vera eða skilabóðin sjálf að vera. Ég skrifa bara eitthvað hérna núna. Og síðan gerum við bara done á þetta. Það ágætt hérna niðri, við þurfum að setja nafn á þetta með því að ýta hér og automation name, þetta bara vantar vatn tilkynningar. Svona,
og ég exa þetta svo bara og er ágætt með að við erum að testa að hér getum við sett sko bara svona limit á tilkynningarnar þegar við erum að sem sagt að testa búnaðinn okkar. Ég set hérna no limit í byrjun en svo seinna þegar þið eruð að að vinna með þetta þá vil ég kannski ekki fá endalausar tilkynningar ef að vantar vatn. Þá getið þið bara sagt bara ef að vantar vatn þá bara sendi skilaboð 6 tíma fresti eða 1 dags fresti. Það er mjög þægilegt. Síðan idiot done og þá er þessi tilkynning tilbúin og ég ætla að lyfta núna bara vatnshæðarskynjaranum. Já, og það kemur tilkynning í símann. Og svo endilega þegar þið eru að gera þetta skoðið þið hvort það kom ekki tilkynning á e-mailið ykkar. Þá er þessu myndbandi lokið. Takk kærlega fyrir.